Það má með sanni segja að tónleikastaðir landsins og gallerí séu nú ekki öll eins, sem betur ekki, og þetta er í öllum stærðum og gerðum og öllum formum nánast og já, það er nú einn staður sem að rataði heldur betur á síður heimspressunar nú fyrir stuttu. Við erum að tala um Akranes Vita sem að fjallaði núna nýlega í tímariturinn Classic Rock Magazine sem er eitt mest lesna rock og tónlistatímarit heimsins og það var að fjalla um það að í Akranes Vita hefði verið að spila ekki ómerkari menn en til dæmis bassaleikari í hljómsveitina Spacemen 3 og Spiritualized og það er nú svona góðsagnakendur rockari þar sem að ráfaði inn í Akranes Vita og hélt þar tónleika og þetta vakti mikla lukku og þetta var í tengslum við Ice Dogs heimildarmyndahátíðina og það vildi svo skemmtilega til að það var ykkur á vegum Classic Rock á staðnum og fjallaði heldur betur um þetta. Til að fræðast meira um þetta mál og starfsemi Akranes Vita þá erum við komið Hilmar Sigvaldason og Lína sæll og blessaður Hilmar. Blessaður. Hvað Akranes Viti? Þetta er, má ekki segja að þetta sé falin perla fyrir okkur Íslendingum? Jú, svona frekar, jú. Ég fór í þessa vegferð í endaði mars 2012 að opna Vitann. Svo hefur þetta bara svona hlaðið og ornað sig smátt. Og þetta, hvað er þetta stórt rými? 23 metra hár og rýmið innan rýmið er svona, þetta er ekki svona 10-12 fermetrar á stærstu hæðinni. Og það er ýmislegt í boði í þessum Vita, það er ekki bara að það er hægt að fara upp á topp og njóta útsýnisins, heldur minnst að ég fór þarna einhvern tímann á sínum tíma, þá var ljósmyndasýning í gangi þegar maður labbaði upp og það var þetta dásta að myndum á leiðinu upp og svo, eins og maður er að lesa hérna, þá er líka verið að halda tónleika þarna og það er búið að halda það þó nokkra. Geturðu stiklað á stóri yfir það? Hverjir eru búin að spila þarna hjá þér í Vitann? Við erum búin að vera með nokkra tónleika. Við vorum til dæmis með fyrir nokkrum árum fengum við helminginn af Fjallabröðrum. Í fyrra vorum við með fyrstu Iceland Airways tónleikana í Vitannum og sama ár kom hún Sara Larsson í heimsókn og tók lagið. Það var svona ekki tónleikar, hún kom og tók lagið og póstaði sínu myndbandinn á Instagram og hún er með 6 milljón fylgjenda. Já. Síðan fengum við núna bara í sumar komu Bríet og hann Robin Bollock úr Kalíó. Finnst þér Hilmar að það mætti vera stöðugri straumur af fólki hérna á höfuðborgarsvæðinu í Vitann? Já, ég býð náttúrulega bara alla velkomin í heimsókn. Jú, það erum stutt hérna frá höfuðborgarsvæðinu og að gera að kíkja og þetta er vel að merkja eini Vitin sem er opið allt árið. Það eru náttúrulega 105 vitar á Íslandi og það er rosalega gaman að gera þetta með þessast víðar. Já. En er þessi þá kannski í stærri kantinum eða hvað? Þeir eru margir ekkert mjög stórir. Nei, það er ég held að þessi ég var rétt með að Reykjanesvitin sé aðeins, það er Garðskavitin sem er 3 metrum hærri. Já. Þeir eru áþekkir báðir tveir. Já. En hvernig er hljómburðurinn? Hann er bara geggjaður, alveg hrikalega flottur. Eins og segir, það var rosalega erfitt í byrjun að fá tónlistarmenn til að prófa að spila hann í Vitanum. En núna er þetta aðeins bara að snúa stuði, þannig að fólk er beðið að fá að hljóðrita hann í Vitanum. Þetta er rosalega flott fyrir bara eins og kvikmyndatónlist og annað slíkt. Þetta er svakalega hljóðheimur. Hljóðið er eiginlega mismunandi eftir hvar þú ert staddur í rýminu. Hvort sem þú ert á annarri, þriðja eða fjórða hæðinni. Það er besta samtid. Mjög misjafnt. Palli Húsavellur búinn að koma í þessu til minn og spila þar á rapavaraflauturnar og steinflautur sem komið líka. Já, kom það ekki glæsilega út? Það var alveg geggjað sko. Já. En Hilmar, hvað er nú í gangi í Vitanum í þessum tölu orðum og er eitthvað á döfinni? Það er náttúrulega mjög lítið ferðamenn akkurat núna. Já. En ég er að nýta tíma til þess að fá tónlistarmenn til að hljóðrita í Vitanum og það eru nokkri sem eru að spája að koma á næstunni. Það má bara ekki gefa nöfn og allt það, þetta er bara það að gera. En það eru nokkra betri tónlistarmenn á landsins að koma. Við erum búin að vera með krakka tónlistarskólanum á Akranesi, búin að vera með nokkur ár yfir sumartíman og spila á hverjum einstu degi. Og eins erum við með í kringum aðventuna, þá hefur við verið með aðventutónleika í Vitann. Já. En Hilmar, vissir þú þegar þú fórst í það að gera þennan Vita upp að það væri svona góður tónleikasalur þarna í gangi? Nei, ég gerði mér ekki grein fyrir en það voru haldnir einu sem tónleikar í Garðskavitanum og hann er náttúrulega byggður svipaður á þessu þannig að ég fór með þá hugmynd til einmitt þáverandi skólastjóra tónlistarskólans á Akranesi til þess að fá hann til að prófa hljómburðinn og
og síðan hefur þetta bara svona vaðið upp á sig. Er opið núna hjá þér? Er þetta að kíkja og njóta útsýnisins? Já, við erum með sko einhvern besta 360 gráðu útsýni á landinu. Við getum séð alveg suður á Reykjanes og alla fjallarhringi vestur á Snæfellsjökull. Já. Þannig að þetta er alveg geggjað útsýni. Já. Og svo eru náttúrulega búin að vekja eins og segja athygli bæði upp á hljómburð og bara fegurð út allan heim og Litli-Vitinn sem er hérna rétt hjá. Sem byggði 1918. Hann er búinn að fá viðurkenningu á einni erlendri vefsíðu. Hann var kosinn 2013 þriðji fallegasti viti í heimi. Já. Þannig að það er ekkert annað. Gera, sko. Já, endalast að hæla þessum vitum hann eða okkur. Já, svo er ég búinn að fá hérna, ég einmitt blaðum að fara á Guardian hérna í Hittifyrra. Þar talaði hann að þetta svæði var eitt mest spennandi svæðum í heimi á þeim tíma. Þannig að þetta gerir allt góða hluti, sko. Já, þannig að Akranes og sérstaklega í kringum Vitann, þetta virðist vera nafli alheimsins og fólk getur kynnt sér þetta sjálft eða á leið þarna hjá eða bara gert sér leið upp á Skaga. Já. Hilmar Sigvaldason, takk kærlega fyrir spjallið og gangið vel með framtíðina í Vitannum og takk á móti íslenskum stórstjörnum sem ætla að fara að taka upp tónlist. Nú, eða erlendum. Eða erlendum. Já, erlenda, já. Takk fyrir þetta. Já, takk. Mér heyrði smá tóndæmi eða hljóðdæmi úr Vitanum. Þetta er Dagný Halla Bassadóttir sem er að syngja sitt eigið lag sem heitir Þig vil ég finna. Það skilur það vel þegar maður heyrir þetta að fólk vilji koma í Akranesvita og hljóðrita í þessari mögnuðu byggingu.